Góðan dag, velkomin í Gunnhandbrasar. Þetta þriðji þáttur og hér ég að sýna frá ýmsu sem ég að vinna að í handverki. Bæði það sem ég búin að gera, það sem ég að vinna að þessa stundina, og eitthvað sem ég ætla mér síðan að gera. Ég tala það í fyrsta þætti að ég ætlaði að setja mér áskoranir fram að næsta þætti. Ég sé það að ég ætla mér kannski full mikið, þannig að sumt klára ég nú ekki á einni viku, heldur það svona, þá þetta verkefni sem að tekur aðeins lengri tím og það líka bara allt í lagi. En með því að gera þetta svona, að þá ég að finna til eitthvað svona sem að hálf klára nýri vinnustofu hjá mér og að svona einbeita mér að því að vinna það, klára hlutina. Og það ótrúlega góð tilfinning að geta klárað eitthvað sem hefur legið heil lengi kannski sumt. Og þá verður þetta svona kannski meira skipulag hjá mér. Og ég reyna að hafa það þannig að það sé svona ekki bara prjónaðir hlutir, heldur þetta útsaumur, bútasaumur og bara alls konar. En við skulum bara vinda okkur í fyrsta vers. Og það eru sokkar. Það eru sokkar sem ég gerði. Ég var búin að sýna það hálf klára í seinasta þætti, en þessir eru tilbúnir. Mjög þægilegir. Í fyrsta þætti þá sýndi ég ykkur peysu sem ég var að prjóna úr Navia Trio garninu. Og hún komin svona. Ég komin svona sett upp á hálft berustekkið. Ég hef enga uppskrift af þessu, ég bara svona að gera þetta eftir hendinni og þetta minnir mig svolítið á þegar ég var að prjóna peysur á mig sem unglingur. Ég fór aldrei þá eftir uppskriftum. Og ég gerði peysur, byrjaði bara á bolnum, prjónaði upp og svo notaði ég laskaúrtöku nema hvað að þær urðu allar frekar síðar, flestar voru niður fyrir rass, af því að þegar ég var að mæla þá fór ég alveg hingað upp. Þannig að þær urðu náttúrulega svolítið síðara heldur en ég kannski hafði ætlað í byrjun og þær voru margar hverjar líka gráar. Þannig að ég hugsa oft til þess tíma þegar ég að vinna þessa peysu, þá hugsa ég oft þessar peysu sem ég gerði þá og notaði náttúrulega mjög mikið og allt það. Jæja, seinustu helgi þá fór ég á námskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu. Ég fór, þetta var sem sagt tófununámskeið hjá Mariann. Og það sem að ég hef til þess að sýna eftir þetta námskeið, þá það sem sagt svona. Þetta var ég að spinna. Þegar maður nú að gera þetta svona í fyrsta skipti þá gengur þetta nú kannski svolítið brösulega en maður þarf svona átt að segja á hvernig þetta gert og svona. Við fórum alveg frá grunni og við byrjuðum að því að taka ofan af, skipta niður í tog og þel og kempa ullina og síðan fórum við að spinna á rokk og við vorum með þessa gömlu íslensku rokka og það gekk nú ekkert alltaf vel en ég var svona undir síðasta, þá var ég alveg komið með pínu svona laga á þetta. Þannig að ég sé fram á að með æfingu að þá muni þetta ganga. Að búa til sikka, það finnst mér vera rosalega spennandi. Og ég vona að ég geti sýnt ykkur þá seinna í vetur frá einhverju sem að ég að spinna. Það yrði alveg toppurinn. Ég tók upp nokkur myndbönd á þessu námskeiði og ég ætla að sýna smá part af því þegar Mariann var að sýna okkur hvernig við ættum að kempa og líka þegar var verið að spinna á rokk. Þetta bara smá ull í vinstra kantinn. Setja hana hér, halda niður og toga aðeins út. Það aðeins svona gróflega forsortera ullina.
svoleiðis. Ég bara nota hann. Maður með vildi endilega fara að gera hann upp og pússa hann allan upp og eitthvað laga. Þetta kast nefnilega á hjólinu, það er... Í seinasta þætti þá setti ég á mig áskorunum að gera verkefnatöskur og við skulum sjá, hérna er bókin sem að ég sýndi ykkur úr og það var þessi hérna sem ég ætlaði að gera og útkoman var svona. Já, ég sýndi ykkur seinast líka efnin og það sem ég var búin að velja í þetta og hér er hinn. Þetta er svolítið sniðugt og þægilegt, en ég sé fyrir mig ég ætla að prófa líka að gera hérna stærri. Þetta er svolítið lítið, þetta er nú eiginlega bara fyrir svona vettlinga eða sokkaprjón, en ef ég geri stærri og básma meiri og þá get ég sett meira í. Annað sem ég setti mér, það var að gera verkefnatösku með þessum útsaum og hún er hérna tilbúin. Setti bara rennilás hérna í og hérna er efni sem ég hafði litað sjálf sem fóður. Þetta eru mjög góðar töskur undir prjónadót eða bara hvað sem maður þarf að geyma. Ég er búin að vera svo í svolítinn tíma að gera svona verkefnatöskur eða snyrtibuttur eða hvað sem maður vill nota þetta undir. Þetta er svo gott verkefni til þess að nýta þau efni sem ég á hérna niðri og hérna endurnýta efni og svona, þannig að ég ætlaði að sýna ykkur svona nokkra tegundir. Hérna er úr gallabuxum. Þetta með rennilás. Hérna nota ég gamlan útsaum. Þessi hér er unnin aðeins öðruvísi. Myndin hérna er unnin með rammalími og hérna það sem ég yfirfæri mynd yfir á efni og sauma síðan í saumavél. Hérna vatnsting þetta hérna svona og punta aðeins með smá blúndu. Mér finnst voða gaman að nota gamlan útsaum og hér er ein með slíku og gammal leðurjakki í bakið. Allar eru þar fóðraðar. Hér kemur önnur. Þessi er nokkuð stór og góð og hérna er svona crazy quilt í miðinni. Hér er eins svolítið kannski flippuð. Svo er þessi og hérna er ein svona önnur gallabuxur. Hérna er bútasaumur fljúgandi gæsir og vasinn hafður hérna á bakið. Ég sýndi ykkur pappadollur seinast sem að ég sagðist alltaf mála og setja útsaum í lokið. Og ég kláraði það. Hér er minnidollan. Svona. Og hinn lítur svona út. Ég gerði það gamni að þegar ég var að sauma þetta að þá hérna tók ég það upp. Þannig að bara leyfa ykkur aðeins að fylgjast með hvernig ég geri þetta.
Ég talaði seinast að ég hefði keypt mér þessa bók hérna og ég prjónaði sokkana sem ég sýndi áðan eftir uppskrift úr þeirri bók. Og já, ég gleymdi að segja að það er nefnilega sniðugt þegar maður notar svona alls konar uppskriftir að þá gerir maður eitthvað nýtt. Þá maður ekki alltaf bara að fara eftir þessar gömlu góðu sem að maður hefur notað áður, heldur gerir maður kannski eitthvað nýtt og hér gerði ég hæl með stuttum umferðum og ég hafði ekki gert það áður, þannig að það var svolítið svona, það var eitthvað nýtt. Ég er síðan byrjuð aðeins byrjuð á næsta. Ég hafði sem sagt opnað bókina á bara einhvers staðar og þar kom þessi hérna. Ég kíkti á gatni hjá mér og ég fann þar eina dokku eða hespu sem er sokkagarn og það er þessi hérna. Vel litríkt. Ég er bara rétt aðeins byrjuð á sokknum. Það er nú ekki mikið, en þetta verður eitthvað. Eins og ég sagði að þá ætlaði ég að gera þannig að það verður 1 sokkapar í mánuði. Þegar maður er að gera á svona fínu gatni og mikið munstur og svona, að þá er þetta eitthvað sem að prjóna nú ekkert yfir sjónvarpinu. Þannig að maður bara þarf að gefa sér tíma í þetta. Ég sem sagt gerði verkefnatöskurnar úr þessari hérna bók og eins og ég sjáu að þá hérna fyrir aftan mig að þá er ég með svolítið gott úrval af alls konar handánubókum. Ég tek mér stundum til og er að svona skoða, já, mér langar að gera þetta og mér langar að gera þessa og svona hlut og eitthvað og svo ger ég ekki neitt. Ég ætla að gera það þannig að ég tek eina bók og fletti gegnum hana og finn verkefni sem mér langar til að gera og ég á efni í, hvort sem það er garn eða bómullarefni eða hvað það er. Og þannig ætla ég að fara yfir nokkra bækur. Þá er ég að vinna úr þessu. Þetta verður ekki svo sokkabókin þar sem að ég opna bara bókina einhvers staðar og geri þann sokk sem að ég lendi á. Heldur ætla ég að velja úr. Og úr þessari bók er ég búin að velja hérna 2 í viðbót. Ég var búin að gera þetta hérna. Ég var að gera þessi hérna og það langa að því að hér á ég svona mjög grófa, langa prjóna og þeir eru alltaf eitthvað að flækjast fyrir mér. Þannig að þegar ég sá þetta verkefni þá hugsaði ég, já, þetta er alveg upplagt til þess að geyma þessa stóru miklu prjóna. Og svo er hérna verkefni líka bara svona lítið sem er bara svona skemmtilegt og líka bara upp á hérna hjá mér. Þannig að ég ætla að gera þessi 2 verkefni úr þessari bók. Í útsaum langar mig að gera 1. Ég keypti mér daginn 3 boli, alla í mismunandi lit, bara svona einlita boli sem er mjög þægilegt að vera í. En ég hafði þá hugsun að ég ætlaði að kannski skreyta þá eitthvað. Og mér datt í hug að sauma út í þá. Ég veit ekki alveg hvar. Og nota þá, ég á hérna hörgarn sem að mér var gefið. Og svona hérna. Ég held að þetta gæti komið svolítið vel út. Og svo ég líka hérna í bóksi. Það var einn sem gaf mér þetta líka og það er silkigarn eins og þið sjáu alls konar liti. Þannig ég var að spá í að nota það kannski. Svo þegar ég bara að hugsa hvernig munstur eða hvar ég ætla að setja þetta, hvort ég ætla að setja í hálsmálið eða ofan á öxlum, mér datt svona í huga að setja þetta kannski aðeins svona eitthvað aðeins út á. Ég er svolítið spennt fyrir þessu. Í þessari tösku er prjónadót sem búið að liggja hérna óhreyft í rúmlega ár. Og nú ætla ég að sýna ykkur hvað leynist í henni. Ég er með hérna ljósitt sem að ég nota svo ég sé ekki alltaf með bókina að þvælast.
og það er þessi hérna. Svona afapeysa á smábarn og svona sjá. Ég veit ekki einu sinni hvað ég búið með mikið, hvert ég er komin. Ég er sem sagt, já, hérna er bólurinn og ég held ég sé komin upp á höndum þar. Ég er búin með aðra ermina og var byrjuð á hinni. Síðan stoppa ég af því að mér langaði að fara að gera eitthvað annað og það sem þetta er svona vaffhálsmál hérna, að þá er ég komin með alveg svona, þurfti ekkert að vera að spá í uppskriftinni, ég bara prjónaði áfram að því ég mundi hvernig þetta var, en svo stoppaði ég og þá veit ég ekkert núna hvert ég er komin og hvernig er best að gera þetta, en þetta er eitthvað sem ég ætla að klára núna. Taka þetta upp og vinna almennilega af. Ég held að þetta sé þá bara komið í dag og við sjáumst bara eftir viku. Takk fyrir.